Nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Drottinn Guð, faðir allrar huggunar, veit oss fyrir orð þitt og heilagan anda stöðuga trú, sem vér getum sigrað með raunir allar og skilið að það er satt sem þinn elskaði sonur, Jesús Kristur segir, verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Við biðjum í nafni hans. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilíðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann er liðinn, já eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Wise men say, only fools rush in, but I
Gjörðu svo vel að rísa á sætum og heyrið heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Marta sagði við Jesú: Herra, ef þú hefðir verið hér væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Jesús segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprisinni á efsta degi. Jesús mælti: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, en sæl eru þau sem að heyra Guðs orð og varðveita það í hjarta sér. Amen. Gjörðu svo vel að fá okkur sæti. For you, there'll be no crying. For you, the sun will be shining, and I feel that when I'm with you, it's so right. I know it's alright, and the songbirds keep singing like they know the score. And I love you, I love you, I love you like never before. To you, I would give the world. To you, I'd never be cold, 'cause I feel that when I'm with you, it's so right. I know it's alright, and the songbird is singing like they know the score. And I love you, I love you, I love you like never before. Yes, I love you, I love you, I love you like never before. And I love you, I love you, I love you like never before. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Já, í Guðspjallinu sem ég las hér áðan, þá segir frá því þegar að Marta kom hlaupandi á móti Jesú, sem loksins var komin, næstum viku eftir að þær sendu skilaboðin að Lasarus væri að deyja.
Þau ræða saman. Hún ber ótakmarkað traust til hans. Hann hafði ekki brugðist nokkrum sem til hans hafði leitað. Ef þú hefðir verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. Hún hafði án efa séð Jesú lækna sjúka og heyrt enn fleiri kraftaverk. En dauðinn virtist vera síðasti óvinurinn. Þó svo að Jesús hafi vakið litlu stúlkuna hans Jairusar til lífsins á sínum tíma, þá hafði hún aðeins búin að vera sofandi í nokkra klukkutíma. Og sonur ekkjunnar frá Nain, hann hafði aðeins verið dáinn í 1 sólarhring. Sál hans var ennþá nærri. En Lazarus var búinn að vera í gröfinni 4 daga og sálin eflaust horfin í dánarheima og kæmi aldrei aftur. Því verða viðbrögð Mörtu skiljanleg þegar Jesús segir henni að bróðir hennar rísi upp. Ég veit að hann rís upp í upprisinni á efsta degi. Allt virtist seinan, öll kraftaverk og undur Jesú fram á þennan dag lutu öðrum lögmálum. Og þau orð skulum við hafa í hug okkar í dag við kveðjum Sigurveigu Björnsdóttur eða Sittu, eins og hún var oftast kölluð. Sigurveig fæddist á Raufarhöfn 21. október 1950. Foreldrar hennar voru Björg Hrólfsdóttir, fædd 21. ágúst 1932, en hún lést 2. desember á síðasta ári. Og Björn Lúðvíksson fæddur 15. janúar 1929 og lést 10. ágúst árið 2008. Sidda var elst 3 systkina. Systkini hennar eru Guðríður Björnsdóttir, fædd 1957, lést árið 2016. Sambýlismaður hennar var Gunnar S. Karlsson, fæddur 1946, en hann lést árið 2017. Hrólfur Björnsson, fæddur 1967, kona hans Guðrún Ragna Ólafsdóttir, fædd 1962. Sidda ólst upp á Jaðri hér á Raufarhöfn með foreldrum og systkinum. Hún gekk í grunnskóla Raufarhafnar og miðskólann í Lundi. Árið 1967 lá leiðin í húsmæðraskólan á Laugalandi í Eyjafirði, en þaðan útskrifaðist hún árið 1968. Sidda var hörkudugleg og kraftmikil kona. Hún byrjaði ung að vinna og gegndi ýmsum störfum ævina. Hún var ekki há í loftinu þegar hún byrjaði að salta síld með ömmu Veigu og gerðist það ansi oft að sú stutta festist ofan í síldatunnunni við að leggja síld í botnin á tunninni og þurfti þá að kalla á aðstoð til að ná kellu upp. Einnig fór Sidda ung á sjó með Birni föður sínum og saltaði grásleppurhropp. Þegar hún varð eldri vann hún við afgreiðslustörf, fiskvinnslustörf, hótelstörf og var kokkur á togara, svo eitthvað sé nefnt. Sidda var afskaplega skemmtileg og glettin og oft á tíðum dálítið hvatvís. Og ein skemmtilega saga til af Siddu þar sem hvatvísinn tók yfir. Sidda fór til Húsavíkur með Bjössa og vinum hans og þau skruppu í nokkrar búðir. Þegar út var komið settist Sidda upp í bílinn sem var fyrir utan búðina og strákarnir á eftir. En þegar þau voru komin áleiðis út úr bænum litu strákarnir við og tóku eftir því að það voru engar vörur í skottinu. Og kom þá í ljós að Sidda var alls ekki á sínum bíl. Heldur hafði hún tekið bíl sem að leit eins út og hennar. Sidda var svo sannarlega vinur vina sinna. Hún gerði allt fyrir sína nánustu. Hún var mjög hjartahlý og greiðvikinn, dugleg og hún var mjög hvetjandi fyrir aðra. En hún hafði nú ekki mikla þolinmæði fyrir óheiðarleika og ósvífni í garð annara. Þegar einhver hagaði sér á slíkan hátt sá hún gjarnan ekkert lundareikja kjaftaði hér. En hún var einnig hreinskilin og kom svo sannarlega til dyranna eins og var klædd og ef henni líkaði ekki eitthvað fór það ekki á milli mála. Hún sagði það sem hún meinti og skóf ekkert utan af hlutunum eða eins og sumir myndu orða það, hún var með munnin fyrir neðan nefið.
Sidda bjó lengst mest alla ævi sína á Raufarhöfn og unni hún þessum stað mjög. Hún vildi í rauninni helst hvergi annar staðar vera. Hún pröfaði þó að búa annar staðar á landinu en hún kom alltaf aftur heim á Raufarhöfn. Á yngri árum bjó hún í skamman tíma í Reykjavík og vann á Hótel Borg. Einnig fór hún á vertíðir í Garði, á Suðurnesjum og á Seyðisfirði. En árið 1973 verða kaflaskil í lífi hennar. Þá kynntist Sidda ástinni sinni, Ragnari Tómasinni stýrimanni frá Reykjavík, sem fæddur 13. nóvember 1949. Þau giftu sig árið 1974 og byrjuðu búskap sinn saman á Raufarhöfn. Árið 1978 byggðu þau hús á Raufarhöfn þar sem þau bjuggu og ólu upp börnin sín. Börn þeirra eru Björg Hjördís, fædd 1974, eiginmaður hennar Björgvin, fæddur 1981, Björn, fæddur 1980, Erna, fædd 1984, eiginmaður hennar Björgvin, fæddur 1979. Árið 1992 tóku hjónin Björgu Gunnarsdóttur, fædda 1991, systurdóttur Siddu í fóstur og ólu hana upp sem sitt eigið barn. Fyrir átti Ragnar dreng úr fyrra hjónabandi, Ragnar Halldór, sem var fæddur 1969, en hann lést 1976. Barnabörnin eru orðin 8 og 1 barnabarn. Já, Sidda unni barnabörnum sínum mjög mikið og þau elskuðu ömmu sína mest af öllum. Og það var toppurinn á tilverunni að fá að komast í heimsókn til ömmu og afa. Þar fenguðu karamellusúrmjólk með kókopöfs úti og eins mikinn ís og þau vildu. Og einnig var mikið sungið, dansað og leikið. En Sidda hafði mjög gaman af tónlist. Hún spilaði á gítar og söng mikið á yngri árum og tók oft upp gítarinn fyrir barnabörnin og þá var nú gaman. Hún hafði mikinn áhuga á leiklist og var hörku leikkona. Og hún var í leikfélagi Raufarhafnar og lék í þó nokkrum leikritum sem þar voru sett á svið. Hún hafði líka mjög mikinn áhuga á matargerð og það má segja að hún hafi verið í raun snilldar kokkur. Hún hélt fjöldan allan af veislum bæði fyrir ættingja og vini. Og það má eiginlega segja að þegar veislur voru á Raufarhöfn þá kom Sidda að þeim. Sidda og Raggi voru mjög vinamörg og stóð heimilið þeirra ávallt opið vinum og vandamönnum enda gestrisni í hávegum höfð. Þá skipti engu máli hvort herbergin væri fá eða ekki, það var alltaf nóg pláss. Enda sagði Sidda svo oft að þar sem hjartarýmið nóg, þar alltaf pláss. Frá árunum 2002 til 2014 bjuggu Sidda og Raggi á Sauðárkróki og á Akureyri. Síðan lá leiðin aftur heim á Raufarhöfn, þar sem þau bjuggu saman í húsinu sínu, þar til Sidda veiktist alvarlega af völdum heilabilunarsjúkdóms. Árið 2025 flutti Sidda á hjúkrunarheimili Skógarbrekku á Húsavík og í janúar síðastliðnum flutti hún á dvalarheimili Naust á Þórshöfn. Nú síðast í febrúar veiktist Sidda skyndilega með þeim afleiðingum að hún var flutt á sjúkrahús Akureyrar þar sem hún lést þann 22. febrúar síðastliðinn. Fjölskylda Siddu vill þakka starfsfólki á Skógarbrekku og dvalarheimilinu Nausti kærlega fyrir góða umönnun, hlýhug og kærleika í hennar garð. Guð blessi og launi það allt. Nú þegar að hinstu kveðjustund komið, hefur verið beðin að flytja kveðjur frá eftirtöldum. Hér innilega samúðar kveðjur frá Þóru, Davíð Alla, Helgu Ævi og Axel Þór og fjölskyldum.
Einnig innilega samúðarkveðjur frá Jóni, Petrínu og Þorbergi og kveðjur frá Björgu, Guðrúnu Einarsdóttur og innilega samúðarkveðjur frá Simba. Þorbjörg, Jóhann og fjölskylda biður fyrir kærar og innilegar samúðarkveðjur. Einnig eru hér innilega samúðarkveðjur frá börnum Ólínu og Gunna, þeim Katrínu, Kristjáni, Adda, Ósk og fjölskyldum. Og einnig kær kveðja með innilegum samúðarkveðjum frá Huldu Rún. Hér er innileg samúðarkveðja frá Unu Kristjánsdóttur og einnig frá Unni og Birgi á Selfossi, Einari Inga og Kollu sem eru stödd erlendis, Dalílu Lýrió og fjölskyldu sem búi í Kópavogi, Sigrúnu og fjölskyldu á Tálknafirði og einnig frá Boddu Halls í Reykjanesbæ. Innilega samúðarkveðjur flytja hér frá Signý og Hugrúnu á Akureyri og einnig innilegar kveðjur frá séra Jóni Ármanni og séra Hildi. Kærar samúðarkveðjur flytja til þessara athafna frá Aðalbjörgu Láru sem stödd er erlendis. Freyja og Snorri á Sauðárkróki minnast kærar vinkonu með þökkum fyrir hlýju og umhyggju og börn þeirra minnast knúsana og allra kræsinganna. Hörður og Stína senda fjölskyldinu innilegar samúðarkveðjur og þakkar liðnar samveru stundir. Íbúar og starfsfólk Skógarbrekku senda ættingjum og vinum Sigurvegar samúðarkveðjur og þakka góðar stundir. Innilega samúðarkveðjur hefur verið beðin að flytja hér frá Friðgeiri og Gunnu og einnig innilega samúðarkveðjur frá Dedda og Nönnu. Eftirfarandi kveðju hefur verið beðin að flytja frá Helgu, Einari og Hörpu. Innilega samúðarkveðjur sendum við ykkur kæru ættingjar og aðrir aðstandendur sittu. Megi Guð umvefja ykkur í sorginni. Hér eru innilega samúðarkveðjur frá Fjólu og Begga í Hafnarfirði, einnig innilega samúðarkveðjur frá Sólveigu Hallsteinsdóttur og fjölskyldu og Siggu og Jóa, Dedda, Gumma og Kollu, en þau eru öll erlendis. Börn Ólínu og Gunna, já, ég var nú búin að flytja þá kveðjur reyndar. Vilmundur Ír og börn biðja fyrir innilega samúðarkveðjur til fjölskyldunar. Elsku Raggi, Hjördís, Bjössi, Erna og Björg, það er erfitt að finna orð á kveðju stundu. Sitta var einstök kona sem átti svo auðvelt með að fylla rýmið í kringum sig af lífi og hlýju. Dillandi hláturinn smitaði alla í kringum hana og orðheppnin var slík að maður vissi aldrei hvað kæmi næst, en vissi alltaf að það yrði bæði fyndið og skarpt. Sitta hafði þessa dásanlegu blöndu af glettni og hlýju. Hún gat verið orðbeitt og hressileg, en leið svo góð og umhyggjusöm að manni leið alltaf vel í návist hennar. Hún var ein af þeim manneskjum sem skilja eftir sig spor í hjörtum fólks. Ég geri mig grein fyrir því að sjálfsagt eiga allir slíkar minningar Sindu, þess vegna hef ég nú reynt að stytta margar aðrar kveðjur. En sennilega eigi það öll sameiginlegt að þekkja hana þannig. Já, fyrir mér verður Vogsholtið aldrei alveg eins. Þegar við komum þangað á sumrin munum við sakna þess að hitta Siddu, heyra hláturinn hennar og finna þessa notalegu nærveru sem fylgdi henni. En minningarnar hana munu lifa áfram í sögunum, hlátrinum og kærleikanum sem hún gaf svo ríkulega. En nú sjáumst við ekki í bili. Hún var okkur góður vinur og við gátum alltaf leitað til hennar. Hún var alltaf tilbúin og fljót að skella í veislur fyrir alla sem leituðu til hennar. Og svo var líka svo gaman þegar hún lék við litlu börnin og goggaði þau í hálsinn. Þeim fannst það mjög gaman. Og minningarnar eru ótal margar, vinakveðja, Ágústa og Óleibinni. Innilega samúðarkveðjur flyt ég hér frá Sæmundi, Jónasi, Halldóri Sigfússonum og fjölskyldum.
Einnig innilega samúðarkveðjur frá Elsu Skúladóttur og Ásdísi Hafrúnu Benediktsdóttur. Innilega samúðarkveðjur frá Þorgeiri Gunnarsinni og Kristjánu Diljá Sveinsdóttur til fjölskyldu og vina Sittu. Einnig innilegar samúðarkveðjur frá Margréti, Kjela, Guðrúnu og fjölskyldum í Hverargerði og einnig hlýjar og innilega samúðarkveðjur frá Andreu, Arnóri og Björgu. Einnig flyt ég hér innilega samúðarkveðjur frá Örnu Margréti Ellingsdóttur og innilega samúðarkveðjur frá Höllu Harðardóttur og Evu dóttur hennar. Ég flyt fjölskyldunni hér innilegar samúðarkveðjur frá starfsfólki og heimilisfólki á Nausti á Þórshöfn. Og hér kemur kveðja: Elsku Raggi, Hjördís, Bjössi og Erna, megi minningin yndislega konu vera ykkur ljós og styrkur á þessum erfiðu tímum. Með hlýjum kveðjum og innilegri samúð, systurnar í Vogsholti 9 og fjölskyldur. Aðstandendur Sittu biðja útfarargestum að þiggja veitingar í félagsheimilinu Hnitbjörgum að útför lokinni og einnig vil ég minna á gestabók sem þar liggur frammi. Kæru vinir, þegar kistan verður borin hér út úr kirkju, þá verður hún lögð hér að búkka fyrir utan og þau sem vilja kveðjana geta þá syngt yfir kistuna eða minnst hennar á annan hátt, en bálför hennar mun fara fram síðar. Við kistulagningu Sittu í morgun las ég þennan fallega texta úr kveðjuræðu Kristi lærisveina sinna. Ég fer að búiður stað. Þegar ég er farin burt að búiður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séu einnig þar sem ég er. Já, kæru vinir, við fáum aftur ástvini okkar. Systurnar María og Marta héldu að þær væri búnar að missa bróður sinn, en Jesús gaf þeim hann aftur. Hann er upprisan á lífið. Og á þann sama hátt fáum við aftur ástvini okkar. Sá sem er upprisan og lífið hefur ástvini okkar hjá sér, þar til við eigum samfundi við þá á nýjan leik. Þeir bíða hjá Kristi í himneskri sælu, uns við hittumst á ný. Upprisa og eilíft líf er þess vegna nátengt voninni endurfundi og huggun í sorg. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Megi svar Mörtu vera okkar svar: Já, Herra, ég trúi. Megi algóður Guð blessa minningu Sigurvegar Björnsdóttur og megi hún hvíla í hans eilífa friði og hans eilífa ljós lýsa henni alla eilífð. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Drottinn blessi ykkur öll. Takið postulegri kveðju. Þeir sem ekki treystar sér til að rísa á fætur mega að sjálfsögðu sitja. Náð Drottins vors Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með oss öllum, í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Gjör svo að fá sæti. Nights in white satin, never reaching the end. Let desire return, never meaning to send. Beauty I always made with these eyes before. Just what the truth is,
tell me thoughts they cannot define. Just what you want to be, you'll be in the end, and I love you. Yes, I love you. Oh, how I love you. Oh, I love you. Nights in white satin, never reaching the end. Letters are written, never meaning to send. Beauty I'd always made with these eyes before. Just what the truth is, I can say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. Oh, how I love you. Oh, I love you. Yes, I love you. Yes, I love you. Oh, how I love you. Oh, I love you. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn, þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum. Við skulum biðja. Við þökkum þér himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Sigurveigu Björnsdóttur, systur okkar sem við felum þér. Við þekkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst hana frá þrautum og veitt henni hvíld. Já, verð þú náðugur öllum þeim sem líf hennar var tengt ástúðar böndum, helga og blessa minningar þeirra allra og varðveit þau öll á vegum þínum. En allar okkar bænir felum við þeirri bæn sem að Drottinn hefur kennt okkur og við biðjum saman og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin
að eilífu. Amen. Gjör svo vel að rísa úr sætum. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni Drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði, í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Sýndu honum
þá daga langa saman tvö ein heyr mínar bænir og þrár syngið í fuglar ykkar fegursta ljóðafar flytjið honum í indælum óði ástarljóð mitt heyr mínar bæn bára við strand blítt og vakkar honum viðbar þar til svefning sígur á brá draumheimi dveljum við þá daga langa saman tvö ein heyr mínar bænir og Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Gjörið svo vel. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell above us only skies. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do.